Ja, Jóhannes, tapið hérna fyrir Færeyjum heima bara hvernig líður þér bara núna eftir þennan leik? Bara alls ekki vel. Við vildum byrja þetta af meiri krafti og bara spiluðum því miður ekki nógu góðan leik. Vorum klaufalegir á seinasta þriðjungi. Voru fannst mjög lengi í gang, þú veist, við vorum að gefa hérna 2 klaufaleg mörk og var billið sér fram að þið, ertu sammála því og ertu með eitthvað útskýringar það var að byrja svona hægt hjá okkar mönnum? Nei, í raun og veru ekki. Þá veit ég ekki af hverju þetta er. Við þurfum bara að mæta gíraðar í næsta leik og þú veist, ég tek bara seinna markið á mig að sjálfsögðu, bara mistök af mér. En heilt yfir var bara leikurinn ekki nógu góður hjá okkur, fannst mér. Fannst þér þetta eitthvað lagast í seinna hálfleik, þú veist, eða var þetta, leiðir kannski bara frekar þetta var svona too little too late? Nei, mér fannst þið alveg þannig sé eiga séns að jafna þetta og síðan þegar við jöfnum þetta þá veit maður ekkert hvað gerist. En þetta var samt ekki, þótt ég segi þetta þá var þetta samt ekki nógu gott fannst mér. En við þurfum bara upp með hausinn og vinna næsta leik. Það var þetta fyrsti leikur, þetta er heimaleikur á móti nágrannaþjóð Færeyjum, þetta hlýtur samt bara að vera gífurlega mikil vonbrigði að tapa þessum leik. Já, þetta er það. Það er bara vonbrigði að tapa öllum leikjum og sérstaklega bara leiðilegt að tapa öllum leikjum. Það er bara þannig. Hvað þurfum að gera núna bara til þess að einhvern veginn halda áfram og skila þennan leik eftir og sækja sigur sem fyrst? Bara eins og ég sagði, bara upp með hausinn og laga það sem við þurfum að laga og keyra á næsta leik. Svo langt síðan kom sigur seinast undir þessu landsliðinu, fer þetta einhvern veginn að vera eitthvað þyngra og þyngra eða hvernig horfir þetta? Nei, þetta er náttúrulega, við stóðum okkur vel í æfingarleikjum sem að þessi hópur er búinn að vera saman í. Það er auðvitað skiptir að máli fyrir þjóðina að U21 standi sig en það voru bara fáir í þessum hóp sem að voru í seinasta liði. Þannig að það hefur engin áhrif á okkur þannig séð að hitt liðið var að tapa. Jó, takk fyrir gangvel.